Þá tekur við 8. liður í útsendi dagskrá, skýrsla bæjarstjóra. Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri, tekur til máls. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Hlaupa á því helsta sem ég hef verið að vinna að síðasta hálfa mánuðin, eða síðasti bæjarstjórnarfundur var 1. mars síðastliðinn. Og það sem komið fram hér ágætlega í umræðum á undan að það er náttúrulega mikil vinna í gangi varðandi svokallaðan aðgerðahóp og kannski mest vinna okkar starfsmannanna og mín hefur farið í það, bæði undirbúning funda og eins að vinna gögn á milli funda, þannig að það er ekki mikil tími til annarra, en þó, það er nú ýmislegt hérna í dagbókinni minni. Ég satt fund meðal annars upp í Háskóla Íslands daginn þar sem var verið að ræða meðal annars breytingar á stjórnarskráni og það var nú aðalega umræða það að hvernig það nefnd breytingar á stjórnarskráni var að fara yfir hluti. Ég fór nú bara til þess aðtöku að það var eitthvað sem hefði áhrif á okkur sveitarfélagi en svo virðist ekki vera allavega í þeim tillögum sem liggja frammi. Og við höfum verið að ræða málefni flokkunar og moltu líka og framtíð þessara starfsemi, tengist fundum sem við höfum verið að halda núna undanfarna vikur og mánuði með umhverfisráðuneytinu meðhöndlun úrgangs og sérstaklega varðandi brennsluofna við afurðastöðvar. Það er mikil vinna farið í það og svona samskipti við aðila sem tengjast því. Meðan satt í fund, símafund, þar sem að nefnd þessi mál fór yfir í rauninni þessa stöðu og hvað væri hægt að gera. Þetta er nefnd sem hefur verið skipuð fulltrúum frá sveitarfélögum, ríki og hagsmunaaðilum. Við höfum verið að fara yfir mál sem að snerta bifreiðastæðasjóð. Við erum aðeins að fara yfir hugmyndir sem snúa að honum og vera að ræða hugmyndir sem snúa að því. Síðan var fundur á vegum Samtaka iðnaðarins sem snýr loftslagsmál og var nú ágætlega fylgt eftir í fjölmiðlum. Og síðan hafa verið ráðstefnur og fundur ferðaþjónustumál og ýmsar aðrar svona formlega fundi hef ég setið. Eitt sem ég langar til að vekja athygli á sem bara til þess að benda bæjarfulltrúum á að það hefur verið í gangi vinna núna í 1 ár hjá nefnd sem að fara yfir endurskoðun og stjórnsýslu og eftirliti með félagsþjónustu og barnavernd og það snertir nú meðal annars Akureyrarbæ vegna þess að við eigum fulltrúa í þessari nefnd félagsmálastjórinn okkar Guðrún Sigurðardóttir situr í nefndinni en þar er verið að leggja til breytingar á kerfinu og meðal annars því hvernig var hægt að haga stofna nýtt verkefni eftirlits og stjórnsýslu stofnunar og við höfum verið að leggja áherslu á það að ef það verður til ný stofnun að þá mætti alveg horfa út fyrir höfuðborgarsvæðið þó það þurfi ekki endilega að einblína á Akureyri í því sambandi. Ég fór ásamt oddvitum meirihlutans og við undirrituðum samkomulagið Menntaskólann á Tröllaskaga, samskipti okkar og fjallabyggðar varðandi Menntaskólann á Tröllaskaga til að halda því til haga. Og síðan hef ég tekið á móti fjölda fólks í viðtalstíma bæjarfulltrúa, viðtalstíma bæjarstjóra ætla ég að segja. Ég hef ekki verið að fara sérstaklega við það hér vegna þess að þetta mikið af þessu eru trúnaðarmál en minnst rétt að benda samt á það að þetta kemur alltaf nokkuð reglulega að koma hingað til mín einstaklingar sem eru að glíma við ýmis félagsleg vandamál og við höfum verið að fá inn á borð til okkur, sjá það meðal annars úr viðtalstíma bæjarfulltrúa. Ýmis mál sem íbúar okkar eru að glíma við, bæði í samskiptum við aðra og nýjasta dæmi er náttúrulega þessi atburður sem átti sér stað núna síðust helgina. Þó hann tengist nú ekki þeim málum sem hafa komið inn á borð til mín en ég bara vek athygli á því að það er ýmsu að huga í okkar samfélagi og margt af því kemur inn á borð bæjarstjóra og ekki síst inn á borð bæjarfulltrúa því að ég veit að íbúarnir hafa bein samskipti við ykkur líka. Við sátum íbúafund í Hrísey líka í síðustu viku, mjög fjölsóttur og þar voru fulltrúar bæjarins líka á fundinum, þessi bæjarfulltrúar og við vonandi fáum góðar upplýsingar síðar og góða samantekt af þeim fundi það hvernig við ætlum að vinna áfram með því að efla byggðin í Hrísey. Þetta tengist verkefninu brothættar byggðir
og síðan er þessi hefðbundnu stjórnarfundir hjá lífeyrissjóðunum í síðustu viku og aðrir fundir sem ég ætla ekki að fara að þreyta ykkur með að fara yfir hér. Og síðan er farin af stað undirbúningur að nýju aðalskipulagi og það hefur verið í kynningu og bara benda íbúum að það fylgjast vel með og eins bæjarfulltrúar líka vera virkir í fundum og kynningafundum sem að snúa að aðalskipulagi, því að við erum mikið spurð út í svona þróunar, en við erum alltaf ekki komin að stað. Þetta er, eins og ég ítreka það, þetta er undirbúningur að nýju aðalskipulagi. Og svo kom hér fram í máli bæjarfulltrúa áðan að við áttum fund í dag meðal annars með Landsneti vegna Blöndulínu 3 og vonandi að það fara að svona skýrast enn frekar þau mál er snúa að raforkuflutningum hérna inn á svæði. Og ég er bara búinn að hlaupa svona á þessu allra helsta eins og ég geri oft hérna í pontu. Kannski að lokum bara minnast á vel heppnaða árshátíð starfsmanna Akureyrarbæjar sem var síðastliðna helgi, þar sem bæjarfulltrúar voru mjög virkir og tóku þátt í árshátíðinni. Takk hérlega. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri í lokamáli sínu. Þá í lokin vil ég vekja athygli á eftirtöldum fundargerðum. Afgreiðslu fundur skipulagsstjóra 26. febrúar 2016, atvinnumálanefnd 2. mars, bæjar á 3. og 10. mars, skipulagsnefnd 9. mars, skólanefnd 7. mars, stjórn Akureyrarstofu 24. febrúar, stjórn fasteigna Akureyrarbæjar 4. mars, umhverfisnefnd 8. mars og velferðarráð 2. mars. Hægt að nálgast fundargerðina á heimasíðu Akureyrarbæjar. Þá segir fundi slitið klukkan 17:42.